Nú svo ætlum ég að fara í Andríki næst. Ég ætla að hoppa yfir einn link hérna, já. Það var Andríki vefþjóðviljinn sem er á vefnum bendir á og samkvæmt nýjustu greiningu Eurostat að þá hafa lífslíkur lækkað mest á Íslandi í faraldrinum, COVID-faraldrinum. Þetta er svolítið magnað. Þannig sjáum við þetta súluritt og við sjáum að Evrópusambandið er á súlunni sem er lengst til vinstri. Rúmenía hefur aukið lífslíkur alveg upp í 1% en Ísland hefur droppað þarna niður lengst til hægri mest af öllum þjóðum og segir hér í textanum Eurostat gaf nýlega út mat sitt á lífslíkum í Evrópulöndum fyrir árið 2023. Lífslíkur eða meðalævilengd er ólifuð meðalævi við fæðingu. Leið gerði stofnunin grein fyrir breytingum á lífslíkum frá því fyrir faraldurinn og fram á árið 2023. Samkvæmt mati stofnunarinnar lækkuðu lífslíkur Íslendinga mest allra Evrópuþjóða frá 2019 til 2023. Lífslíkur flestra þjóða hækkuðu á þessu tímabili en Ísland er í hópi nokkurra ríkja þar sem þau lækkuðu. Og þetta kemur ofan í allar fregnir sem við heyrum að Ísland hafi staðið sig best í faraldrinum. Ísland hafi náð vel utan þetta með frábæru þríeyki sem að voruð ekki öll köllu til á Bessastaði til þess að fá fólk á orðu en við misspinnir ekki. Þetta er svolítið sláandi. Sjáum frá Hagstofunni 2021 næsti linkur. Þar stóð sko að lífslíkur, þetta er sem sagt gefið út 27. apríl 2022, lífslíkur á Íslandi með þeim mestu í Evrópu. Meðalævilengd karla á Íslandi var 80,9 ár 2021 og meðalævilengd kvenna 84 ár. En meðalævilengd sýnir hve mörg ár einstaklingur á að meðaltali ólifuð við fæðingu ef miðað er við aldursbundna dánartíðni mannfjöldans. Svona var þetta sem sagt 2021 og 2022. Þetta var gefið út 2022 og þannig vorum við að gera gott mót árið 2020 þegar faraldurinn byrjar. En tölurnar eru sláandi. Svo er Eurostat grein sjálf líka nægstaðar sem að EU Life Expectancy Estimated. Þetta er greinin sem að Andríki vitnar í og ég get ekki betur séð en að það hafi eitthvað mikið gerst. Skrolla niður bara á live. Þetta er lengra niður á þetta er sama súluritið. Maður velti ég fyrir sér sko á ekkert að skoða betur áhrif faraldursins og það sem talað er reglulega umfram dauðsföll. Af hverju heyrum við mikið talað umfram dauðsföll í kjölfar faraldursins, aukin umfram dauðsföll, en enginn er einhvern veginn að rannsaka hvað veldur. Ætti landlæknir ekki að vera á kafi í því að gefa út skýrslur rannsóknir sem að skoða hvað veldur því að umfram dauðsföllum hefur fjölgað á Íslandi eftir faraldur. Ætti að vera þannig sko. Fólk fær á tilfinninguna þegar að menn og konur, menn aðalega held ég séu að fá hjarta áföll í gríð og erg að það sé óþægileg svona tilfinning fyrir því að þetta geti tengst eitthvað því inngripi sem að varð í faraldrinum þegar allir fengu sprautur með svokölluðum bóluefnum sem að í raun og veru get ekki talist bóluefni með að við sko bara þau skilyrði sem að til þarf til þess að framleiða, að þróa og framleiða bóluefni. Þá þarftu sko ákveðin árafjölda til að rannsaka hver nákvæmlega hverjar aukaverkanirnar eru og svo framvegis. Það var hoppað yfir það allt saman. Það var hoppað yfir líka að prófa þetta á dýrum og það var hoppað beint í að dæla þessu í viðkvæmustu hópana sem er aldrei gert í neinum öðrum rannsóknum. En það er látið eins og þetta hafi bara allt verið eftir bókinni og það þurfi bara ekkert að sjá hér, haldið bara áfram, ekkert að sjá. Þetta er skrítið og ekki sem er sagt og ágætt hjá Andríki að benda á þetta.
ég veit ekki hvort að einhver fjölmiðl hafi tekið þetta upp ennþá, ég held ekki sko, ég bara hreinlega hef ekki orðið var við það og það er einhvern veginn held ég innbyggt inn í svona hugarfar blaðamanna á stórum miðlunum til miður að svona, þetta sé eitt af þeim málum sem að þykir ekki fínt að vera að róta í það er svona blaðamenn hafa áhyggjur af því að ef þeir róti þessu þá fá þeir svona hornauga frá samstarfsfólki hvað ert þú orðin einhver áhlættur eða, og þess vegna láta þeir þetta algjörlega eiga sig sko. Af hverju líka vera að grafa eitthvað upp fortíðina? Já, skilur, bara halda áfram. Akkurat. Ekkert að sjá, áfram gakk. Já. En hugsaður, ef að sko, ég veit ekki hvort þetta sé mælikvarði á, ég meina ef að sko hrynjandi lífslíkur er ekki mælikvarði á hversu vel við fórum út úr faraldrinum, þá veit ég ekki hvað ætti að vera það. Nei. Og ef að það er mælikvarði á það, þá gefa þessa tölur það til kynna að Ísland hafi farið einna verst allra Evrópuþjóða út úr aðgerðum stjórnvalda í þessum sóttvarna faraldri. Þannig að sko, ef að það er ekki eitthvað til að ræða á vettvangi stjórnmálana og í þjóðmála umræðu, þá veit ég ekki hvað, ég meina, ef það er virkilega bara teikið sem við ætlum að taka, við ætlum að halda áfram og láta eins og ekkert að í skorist, þá veit ég ekki, þá eru algjörlega vanmáttu til þess að takast á við nokkurn skapaðan hlut, verð ég að segja. Það held ég. Þú ert náttúrulega algjörlega á þeirri skoðun að við höfum látið gapa okkur, Ingimar. Já, þú veist, já, basically. Það er ekki hægt að segja hana. Þetta er bara stort money grab bara og stjórnunar kúun og... Það er þannig að sko, það er oft sagt í þessum fræðum sko, maður að follow the money sko til að sjá hver hagnaðist mest og svona, og það er eitt sem er hrópandi augljóst í þessu, er það að það var massív tilfærsla á fjármagni frá skattgreiðendum á stjórnvöldum út allan heim sem sagt úr vösum skattgreiðenda beint í vasa eigenda risa stórfyrirtækja í lyfjaiðnaði. Já, og öðrum stórum fyrirtækjum. Já, og tengdum. Og þannig að bara eigna tilfærsla, basically. Og einhvern veginn heyrði ég nú, eða las ég það sem sagt, að ávöxtun peninga eða sem sagt, sko, sá hagnaður sem tilkom til þessara aðila hafi verið þannig að það er bara fáheyrt í mannkins sögunni að einhverjir hafi hagnast jafn hratt og mikið. Þetta er staðista tilfærsla eignarhluta bara ever. Já, ríku urðu bara eins ríkir og mögulegt og fátæki meira fátækari. Og þar að meðal til dæmis, og við höldum svona álhatta gýrnum áfram, er til dæmis Bill Gates, sem er náttúrulega bara, hann er bara góðu kall sem að hagnaðist ópaslega af Microsoft og ákvað bara að gefa bara heiminum bara peningana sína í bara góðgerðarmál og hann er bara góðgerðarkvöld og hann er bara, en hann er sem sagt eitt þeirra sem að hagnast verulega með sem sagt eignar hlutum sínum í lyfjafyrirtækjum og hann er sá aðili sem að hefur sko hálfgert úrslita vald yfir því sem hvað alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir. Já. Sem sagt einn af stærstu fjárframlags greiðendum í WHO að þá virkar svo stofnun þannig sem okkur er gert að halda sé svona stofnun sem að er sjálfstæð alþjóðleg stofnun hún virkar samt þannig að þeir sem að greiða mest til hennar að þeir hafa, það kemur með skilyrðum allt fjárframlag sem kemur með einhvern skilyrðum þannig að þeir geta sett sko alls konar stefnur og til að mynda þetta sem að alþjóða heilbrigðismálastofnunin vill núna fá svona yfir þjóðlegt vald yfir ríkjum, aðildarríkjum þar að segja að þeir geti sagt núna er komin faraldur, þannig að við ætlum að setja þessa reglu og þið þurfum að hlíta henni að það er til þess fallið að sko ef að Bill Gates dettur í huga að hann vilji selja sko skipsfarma af einhverju efni að þá geti hann látið alþjóða heilbrigðismálastofnunina bara hlutast til það og ríkisstjórnir verði að kyngja því.
Þetta rosalegt sko. Já, líka, þú veist, vitandi það bara basically löglegt að múta í Bandaríkjunum. Svo kallar lobbyistar. Já, að lyfjafyrirtækin dæla mest peningum þangað inn. Lyfjafyrirtæki dæla sko, man ekki hvort 70-75% af öllum auglýsingatekjum hjá stærstu fjölmiðlunum. Það var skilir að þeir gæti ekki verið kærðir fyrir alla öllum, þú veist. Já, fyrir aukaverkanir. Aukaverkanir neitt sko, og þetta var þróað á metra. Sko, ég alls ekki það að þetta eitthvað plott til að dæli okkur efni til að drepa okkur eða veikja okkur. Þetta money grab, skilur. Algjört. Þú veist, þar plottið, skilur. Og svo þegar þessi eignafærsla og náttúrulega fullt af stórfyrirtækin sem högnuðust á því, og ég ekki að segja öll stórfyrirtæki voru inn á nýtt, en þegar þú átt ógeðslega mikið pening og það opnast eitthvað tækifæri, þá getur þú meira nýtt það tækifæri til að græða meira heldur eitthvað sem á ekki pening, skilur. Já, og í raun og veru ertu sko skildur til þess að því að þú ert sko að reka fyrirtæki á opnum hlutabréfamarkaði og það er skilda þín að ná í sem mestan hagnað fyrir hlutafa eins mögulegt er. Já. Þannig að það verður svona vítaverður spírall sem að fer í gang og það sem að eina sem skiptir máli er að menn hagnist sem allra mest. Já. En það svo magnað einhvern veginn að eins og við höfum rætt hérna áður sko, eins og fólk sem að horfa á Dópsik og hugsaði bara, wow, hvað þetta er spilt og svona, að þeim sko dettur ekki í hug að þetta geti verið eitthvað annað en bara einhver brjáluð álhatta skýring að eitthvað hafi verið ekki eins og það ætti að vera í COVID-faraldrinum. Já, nákvæmlega, og svo þegar maður kemst að því skilur að Fauci gæinn sem bara basically allir fylgdu honum. Þetta þríegi var ekki að gera eitthvað sjálfstæðar kannanir og rannsóknir. Það bara, hvað segir Bandaríkin? Við gerum bara það, breytum kannski aðeins orðalaginu. Þau voru ekkert að gera neitt annað nema það, skilur við. Það er augljóst. Það er bara augljóst. Að hann deeply involved í, þú veist, hvernig faraldurinn byrjar. Hann þú veist, með eitthvað rannsóknarstofunan í Wuhan, þú veist, þetta bara, mann bara, come on. Sjáu þetta ekki. Þetta brjálæðislegt og brjálæðislegt að fólk loki augunum algjörlega fyrir þessu. Sko, ég var ekki, persónulega þegar ég tók þessa ákvörðun ég ætla að bíða með þetta bólefni, það var bara út af mér, þú veist, það var ekki eitthvað, shit, nú byrjar þetta, það eru microchipanir að koma inn í okkur, eitthvað svona, það bara, hvað verið að pimpa þetta mikið út, varúðarmerki fyrir mig, af hverju eru þið að því, skilur við? Ég ætla aðeins að bíða, svo bara leið á þetta, maður bara, herðu, þetta bara... Já, maður var algjörlega, ég var ekki skynsamar en það, mér fannst einhvern veginn bara, þegar kom fyrsta boðunin í sprautu hjá mér, á hljóp ég niður í Laugardalshöll, því að ég hélt einhvern veginn að þetta væri bara algjörlega allt slétt og fellt og leið og við erum öll búin að fá eina sprautu að þá myndi bara lífið verða frábært. Það var það sem var sagt líka. Já, og það var bara... Ég var einhverju rifið það upp, sjálfstæðisflokkurinn var með svona plakkot eða svona á einhverju samfélagsmiðlum bara, þú veist, það er 100.000 Íslendingar að vera komin með sprautu, þá verður lífið aftur eðlilegt og eitthvað svona, þú veist, og bara, og þetta keypti maður algjörlega, bara eins og nýtt net, en því líka blekkingin maður, þetta var allt til þess að maka, nokkur aðalega getur maka krókin.